Nokkrir dagar í þetta. Væntanlega verið eftirvænting bara svona allt vor og allt sumar og eitthvað. Hvernig tilfinningin svona þegar alveg að líða þessu? Mikill spenningur, fyrsta lagi. Við erum alltaf bara búin að vera að undirbúa okkur og pæla mikið í hvernig við ætlum að gera hlutina og bæta okkur og allt þetta og svo bara fer styttast í þetta og forsetinn mætir í heimsókn og verða svona aðeins meira æsingur svona í kringum hann líka. Að þá fer spennan að myndast. Þannig að þetta er bara uppbygging í spennu. Það er svolítið tricky að vera stuðningsmaður eða svona að fylgja þessu íslenska landsliði þegar þið hafið sýnt að þið getið unnið alls konar lið og þið hafið líka ekki náð að vinna alls konar lið og eitthvað. En maður þarf einhvern veginn að stilla væntingunum í hóp. Hvernig er svona vitandi þetta að þið getið unnið næstu í hvaða leið sem en þið getið líka tapað á erfiðum dögum, skilurðu? Hvernig eru væntingarnar innan hópsins gagnvart þessum leikjum á móti þessum sterku andstæðingum? Bara mikil trú eins og alltaf. Við höfum bara verið að vinna leiki og ná úrslitum og verið nálægt í að ná úrslitum og allt þetta. Það er bara mikilvægt að vera með væntingar og svo líka muna ef eitthvað gengur ekki upp hvort sem það er í miðjum leik eða hvort sem tapleikur eða eitthvað, þá er alltaf næsti leikur, skilurðu. En við erum bara ætlum að fara algjörlega all in og ætlum að reyna að vinna hvern einasta leik og það hefur virkað vel fyrir okkur og það hefur verið líka í leikjum, þú veist, það hefur gengið illa að lenda á okkur veggjum og svoleiðis. Við höfum alltaf verið snöggir að jafna okkur og spila vel og sýnt baráttu og allt þetta sem þarf til sem vinna leiki. Meistari voru með Stjörnunni, ef ég tala bara þig persónulega. Já. Núna á lokamót farð þú að leiða liðið sem fyrirlið og óskora, það er bara leiðtogi þessa liði sem að vera svona út á við allana, að manni finnst. Hversu mikill heiður er þetta? Svakalegur heiður, bara ég er gríðarlega stoltur af því að fá að vera fyrirlið í þessu liði. En svo má samt ekki gleyma því þó að það er einhver að vera titlaður fyrirlið. Við erum með leikmenn í liðinu sem eru þvílíkir leiðtogar og leiða liðið, þannig að þetta er á rosalega mörgum höndum en að vera titlaður fyrirlið er náttúrulega gríðarlegur heiður og stolt og þakklæti sem fylgir því. Þeir takit ekki að þér? Þeir mega það alveg það skiptir mig engu máli. Nei, ég er að segja bara svona í framtíðinni, skilur þú hefur ekki tekið að þér, þú leiddir liðið á stórn. Já, nákvæmlega, bara geðvegt bara ógeðslega stoltur af því, klálega. Kærar þakkir að þér og gangi ykkur vel. Takk fyrir það.